í raun hef ég alltaf verið trúaður og ég nú svona alin upp á svona heimili þar sem að að fara með bænir, ég byrjaði í KFUM og var lengi í KFUM og síðan gerist lífið og við fullorðnumst og kannski fjarlægist maður þá trúna. En í raun fór ég síðan í nám í matreiðslu og á sínum tíma og það var alltaf mjög mikið áfengi í kringum það og ég man þegar ég drakk í fyrsta skipti á ævinni og ég hugsaði bara, þetta eitthvað sem passar vel við mig og ég fann það eitthvað sem gerðist og svona eins og greip mig strax og ég fór strax eða mjög fljótlega í að misnota áfengi og misnota það mikið. En síðan 1985 þá ákvað ég að þá var þetta orðið mjög alvarlegt mál og ég fór illa líka líkamlega og fór í meðferð 1985, náði góðum árangri eftir það. 1987 þá 87-88 þá tek ég trú og frelsast og tók á móti Jesú Kristi inn í mitt líf og ég ákvað að fara á þessa samkomu, ég var boðið á þessa samkomu og ákvað að fara þangað og tók á móti Jesú Kristi. Ég fann það var eitthvað sem gerðist í mínu lífi þarna því ég kom þarna upp og hlusta á tónlistina og allt það sem var að gerast og þá uppgötaði þegar ég kom heim það kvöld að það sem ég átti var í rauninni ekki neitt með það sem ég hafði eignast. Og ég fór að starfaði mjög mikið í kirkjunni, ég elskaði að vera upp í kirkjunni minni, mér fannst gott að koma þangað. Ég kynntist fólki sem var að vinna með fólk sem var að berjast við áfengi og fíkniefni. Síðan gerðist ég unglingaleiðtogi í kirkjunni minni í veginum og var unglingaleiðtogi þar lengi. Fór í ferðir með hópinn erlendis og þetta var svona sem átti mitt líf algjörlega. Síðan tek ég ákvörðun það 1999 að fara til Svíþjóðar og fara á biblíuskóla og hætti sem unglingaleiðtogi og tek ákvörðun að fara erlendis. Og þegar ég fer þangað út þá höfðum við verið að selja fyrirtæki á Íslandi og það hef ekki gengið vel að losa við það og ég flaug á milli 2-3 sinnum og svo var ég á Íslandi og ég fór aldrei inn í skóla og á þessum tíma þá byrjaði ég að drekka aftur að nýju á fullum krafti. Og ég man það alltaf þegar að ég var úti og fjölskyldan var að fara heim til Íslands og þá tók ég ákvörðun að ég var búinn að lofa mér í vinnu þarna í 2 mánuði og ætlaði að klára þann tíma og fara svo til Íslands og þetta var árið 2000. Og það tók mig 10 ár að koma tilbaka og eftir alveg gegndarlausa neyslu á áfengi þó að ég hafi rekið fyrirtæki og verið í vinnu allan tíman þá var þetta algjörlega bara að ná mér aftur á þessum tíma. Og þegar ég kom 2010 þá kom í heimsókn til minn góði vinur minn sem ég hafði starfað með í Maretti-starfinu og hann kom til Svíþjóðar og sá hversu illa ég var farinn og hann neitaði að fara til Íslands nema að ég kæmi með og ég tók í raun ákvörðun að fara til Íslands 2010 og það var nú fyrst og fremst til þess að deyja hér og ég var bara orðinn mjög veikur og var alveg við dauðans dyr og það mátti ekki heldur tæpara standa. Ég var búinn að hafa 2 hjartaáföll út í Svíþjóð 2009 og svo fekk ég hjartastopp svona upp á þegar ég var að labba inn í meðferðina 20. febrúar 2010 þá gerðist það fyrir utan bara meðferðarheimilið og ég náði alveg ótrúlega góðum árangri og þegar það kemur að líkamlegri heilsu þá það bara kraftaverk hvernig ég líkamlega fór í lag og ég man að það kom þarna maður uppi til sem var að sponsora. Hann var með með ÖNG sem var samkomur sem voru í Samhjálp á þessum tíma og hann hvatti mig til að koma og vera með og ég gerði það og ég fann bara strax í byrjun hvernig Guð iðrast ekki, en það er náðagjafir sem situr í lífi okkar og þetta var mitt hjarta, það var að hjálpa þeim sem voru í bara sömu stöðu og eru í sömu stöðu og ég var í á þessum tíma 2010 og skiljanlega þá voru ekki allar dyr opnar, ekki miðað þá sögu sem ég hafði. En ég stofnaði allavega United og Guð blessaði það starf og hefur blessað það starf á stórkostlegan hátt. Þetta hefur rokkað frá 150 og hæst upp í 300 mann sem hafa komið á samkomur þarna hver einasta mánudagskvöldi. Og fyrir mér svo mikið að við sjáum fólk með öðrum augum heldur en maður horfir á það með þessum mannlegu augum. Á bakvið
þennan skítuga líkama og skegg og hávaði og læti og illa lyktandi. Á bakvið augu eru sko hjarta, hold og blóði og væntingar og tilfinningar fyrir lífinu sem eru að bresta. Og því miður að þá það bara þannig í dag að þetta fer versnandi ef eitthvað og neyslan fer versnandi og ég þakklátur fyrir það að komist út úr þessu og ég duglegur að lesa orð Guðs, ég duglegur að biðja og ég duglegur að fara áfram með kærleika Guðs til annarra og það akkúrat grunnurinn að því að fólk ætlar að eignast vonina að þá eignast að kærleika Guðs í byrjun. En í dag þá myndi ég ekki vilja vera á neinum öðrum stað heldur en ég í dag, bara alls ekki. Og það bara svo yndislegt að geta verið til staðar fyrir aðra. Og við núna hefur verið að taka saman vitnisburði fólks í húsinu, vorum beðin að gera það að þriðja aðila. Og þá fórum við í gegnum alla þá sem að farið í gegnum húsið og svona finna út á aðila sem við getum kannski beðið að skrifa vitnisburð. Og þá sáum við hversu ótrúlega árangur úr húsinu. Þetta svo magnaður árangur og ekki bara það, heldur að sjá þessa einstaklinga í dag á hvaða stað þeir eru. Fólk sem kom gjörsamlega niðurbrotið, algjörlega án vonar, án trúar, inn á draumasetið og fengu að alast þar upp í kærleika, elsku og vináttu, það sem við höfum að gera. Og það markmið og það það sem Guð setti í mitt hjarta þegar ég tók ákvörðun að ganga leiðina og ganga alla leið með því að fara inn í meðferðina og snúa ekki tilbaka, heldur horfa fram á veginn og horfa á Guð.